Já, góðan daginn og velkomin á þennan fund okkar upptakt af veiðisumri 2026. Það ánægjulegt að sjá hvað mörg mætt í Hafnarfjörðinn til okkar þessum fallega degi. Nú, við höfum haldið þennan fund með þessu sniði seinni hluta maí núna í nokkur ár. Það sem að þemafundarins svona málefni ferskvatnsfiska og svona nokkuð víðu samhengi. Og fólst í talgjarnar veiðitölur og búsvæði og eitt og annað. Og það eru svona fjölbreytt erindi hérna í dag sem við sjáum betur eftir. En þetta ekki síður svona viðburður sem gefur okkur færi á að hitta hagsmunaaðila, veiðiréttareigendur og veiðimenn og aðra sem eru áhugasamir málefni ferskvatnsfiska og svona ræða málin. Og það eru vissulega mjög mikilvægt tengsl. Við verðum ekki athyglaði að fundurinn þó hann sé ekki í beinu streymi, þá gerum við ráð fyrir að taka hann upp. Það vitið af því og gerum hann svo aðgengilegan á heimasíðunni í kjölfari hjá okkur. Það verða 4 erindi sem að fundarstjóri segir nú kannski betur frá og kynnir, en við ætlum að fá hana Hrönn Egilsdóttir, sviðsstjóra umhverfissviðs hjá okkur til að annast fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Hrönn. Ég er líka myndatökumaður og ýmislegt annað, þannig að ég var aðeins upptekinn hérna. Já, takk og velkomin í dag. Það bara virkilega ánægjulegt að sjá hvaða margir eru mættir og mikill heiður að fá fyrir hönd okkar helstu sérfræðinga hérna á Hafrannsóknastofnun að vera fundarstjóri í dag. Ég ætla að reyna að stýra þessu fundi með harðri hendi. Þar segja við ætlum að reyna að passa að þetta dragist ekki alveg fram yfir eitthvað óendanlegt. Að virðingu við ykkar tíma og allra. Þannig ég mun óska eftir að frumbælendur haldi sig svona nokkurn veginn í tíman og líka að spurningar úr sal verði svona kjarnyrtar, þetta fari ekki og dragist ekki of lengi því að þá missa allir af hádegismatnum. Annars þá vil ég bara bjóða fyrstum á svið honum Sveini Kára Valdimarssyni sem ætlar að tala ármöl, sjálfbær auðlind og lykil búsvæði laxfiska. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Hrönn. Og verið öll velkomin í Hafnarfjörði. Hvað gerir ég nú? Það bara spurningin. Þá börstu. Ég ætla semst að tala ármölina og eins og við kannski heyrum stundum þetta á að vera sjálfbær auðlind, en við viljum líka skoða þetta sem bara lykil búsvæði laxfiska. Nú, ef við pælum fyrst bara einfaldlega í líffræðilegum fjölbreytileika. Við vitum það að honum hefur hnignað út allan heim. Það eiginlega sama hvaða dýrategundur við eða lífverutegundur skoðum, fjölbreytileikin honum hnignar. Og við erum með þarna graf sem sýnir þróunina frá 1970 til 2018 og við sjáum að honum hefur hrakað 69%. Og það sem mjög athyglisvert þarna líka ef við skoðum ferskvatnslífverur, að þá þessi tala miklu hærri, eða 83%. Og ég vek athygli á því að þetta eru tölur frá 22, nýrri tölur sína jafnvel verri mynd. Nú, eyðing búsvæða ein af lykil ástæðunum fyrir þessari hnignun og eyðing búsvæða drifin áfram af aukinni sókn í náttúrulegar auðlindir. Ármölin ein þessi auðlind, en hún ekki hvaða möl sem hún þvegin, hún flokkuð af ánni í aldaraðir, rétt kornastærð og rétt blanda. Hún góð til steypugerðar, til vegagerðar, til húsbygginga og svo margt annað.
Hún er aðgengileg, liggur þarna við veginn, auðvelt að koma að staðinni á bakkanum í ánni. Nýting sést lítið, ef þú opnar námu í Aurkeilju í fjallslíð, þá er þetta svona, ör í landslæginu og okkur þykir að ljótt. Það er minna mál kannski að taka í áreyrum eða árbotni. En það er einmitt þessi möl, eins og hún er, sem hrygnan, og þá er ég að tala lax, bleikju og urriða, hafa verið að nota í þúsundir ára til að grafa hrogn sín í og veita seiðum skjól. Þetta snýst ekki bara hrygningu. Seiði eru ofan í malarbotni, þar til þau þurfa, þegar þau klekjast úr hrogninu, þá eru þau ofan í malarbotninum og þegar kviðpokinn er uppurinn og þau þurfa að taka næringu, hitastig er komið á það stig að þau þurfa næringu eða orku, þá fara þau upp mölinni og þau eru sennilega að fara að byrja á því núna í, lok maí. Þannig að þau eru aðeins að byrja að koma upp. En ef orkuþörfin er lítil, eins og við kaldar aðstæður á vetri til, þá fara þau ofan í mölina. Þau þurfa ekki orkuna, þau þurfa ekki næringu og ofan í mölinni eru þau örugg. Þannig er hægt að halda því fram, segi ég, að botnmölin sé í raun lykil búsvæði fyrir æxlun og fyrstu lífstig laxfiska. Og allt rask á henni, svo sem vegna efnistöku eða með breytingar og setflutningi, getur haft bein áhrif á nýliðun og þar með stofnstærðir. Og við erum að sjá oft á þessum svæðum að það getur verið fleiri tugir seiða á 100 fermetrum. Þetta er mynd sem þið hafið örugglega séð svona cirka 770 sinnum. Það sem ég langar, ég ætla ekki að fara í gegnum þessa mynd, en mér langar bara að benda á að gulu svæðin, þarna ferskvatnsdvölin hjá laxinum, að hún byggir öll á botnmölinni. Nú, hvað gerist við efnistöku? Á efnistökusvæðinu þá erum við að raska botninum, skjól og hrygningarsvæði hverfa, smádýr og seiði missa búsvæðin. Ofan við efnistökustaðinn að þá dýpkar farvegurinn, hallinn eykst, straumur eykst og áin byrjar að éta sig upp á við. Rof eykst töluvert langt fyrir ofan efnistökustaðinn. Neðan við efnistökustaðinn, laust efni berst niður, sest á botn, fín efni í setinu fyllir holrum í mölinni og hrogn og seiði hreinlega kafna og seiða uppeldi náttúrulega rýrnar. Til lengri tíma þá getum við sagt að farvegurinn einfaldar sig úr fjölbreyttum grónum farvegi í beinan djúpan skurð. Og þetta er oftast óafturkræft á svona, allavega mannsævinni. Við tökum möl einu sinni en áhrifin geta varað í áratugi. Og þetta er bara svona skematísk mynd af típiskri á. Við sjáum að grjótsvæðin eru efst upp til fjalla. Þar er mölin að einhverja leyti að myndast, síðan fer hún niður á þessa malareyra sem eru grófar og svo fín möl og sandur neðar og svo við ósana sandur og leir. Nú, við heyrum oft að ármölin sé sjálfbær, auðlind sem eðlilegt sé að nýta. Gryfjur þær fyllast á næsta flóði og auðlindin er óþrjótandi. En þetta er ekki alveg svona einfalt. Veðrun og rof bergs tekur langan tíma. Þetta fer að einhverju leyti eftir vatnagerð. Það eru hraðara rof á jökulsvæðum og yngri berggrunni, gossvæðunum, en er mjög lítið og hægfara í lindarám og ám á eldri berggrunni. Það sem er tekið, það kemur ekkert aftur. Hér er bara svona dæmi það sem við sjáum oft. Hér var farið í einhverja malartekju og þið sjáið rofið sem er eiga sér stað hér eftir malartekjuna. Þá er farið í að laga og eitthvað þýðinlíkt, en þetta er allt annar farvegur en þið sjáuð á myndinni hérna. Hérna er sennilega þá, mögulega hylur fyrir laxveiði, en þessi hjarnasvæði og þessi hjarnasvæði er það sem skiptir mestu máli fyrir seiðin. Hérna erum við ekki með príma seiðasvæði lengur. Og það sem ég langar til að vekja athygli á að efnistökusvæðin eru ekki endilega veiðistaðir. Hylurinn, það sem hægt er að ná í fisk með stöng,
Þar ekki verið að taka efni að öllu jöfnu. Það tekið annarkvort í grófum botni, þar sem uppeldisstaður seiða, eða á malarbotni sem hrygningarstaður. Þetta mynd frá Guðna Guðbjörgsinni. Hérna önnur mynd, uppeldissvæðin eru hér, hérna eru mögulega hrygningarstaðir og svo veiðistaðurinn hérna efst. Nú, hvað segja lögin? Í lögum um lax- og silungsveiði þá segir að sérhver framkvæmd í eða við veiðivatn alltaf 100 metrum frá bakka sem áhrif getur haft á fiskgengd þess, afkomu fiskistofna, aðstöðu til veiði eða lífríki vatnsins að öðru leyti háð leyfi Fiskistofu. Og með leyfi Fiskistofu eða umsóknum leyfi til Fiskistofu þarf að fylgja álit sérfræðinga í vatnamálum. Nú lög um stjórn vatnamála. Það skal vernda yfirborðs- og grunnvatnsflót og tryggja að ástand þeirra versni ekki. Ástand þeirra skal styrkja og endurheimta með það að markmiði að efnafræðilegt ástand sé ávallt gott. Nú lög um náttúruvernd. Votlendi njóta sérstakra verndar samkvæmt 61. grein náttúruverndarlaga. Og þar segir að forðast beri að raska þeim nema brýna nauðsyn beri til. Og svo í lagaskýringum segir að brýn nauðsyn séu almanna hagsmunir. Skylt að afla framkvæmdaleyfis eða eftir atvikum byggingarleyfis, samanber skipulagslög og eða lög um mannvirki vegna framkvæmda sem hafi í för með sér röskun á votlendum eða öðrum vistkerfum og jarðminjum sem vernduð eru samkvæmt 61. grein. Og svo langar mig líka til að benda á 62. grein sem talar vernd bakkagróður og að við vatnsnýtingu og framkvæmdir í eða við vötn skal leitast við að viðhalda náttúrulegum bakkagróðri við ár- og stöðuvötn og haga mannvirkjum og framkvæmdum þannig að sem minnst röskun verði á bökkunum og næsta umhverfi vatnsins. Og ár að sjálfsögðu votlendi. Skipulagslög í 13. grein. Þar fjallað um framkvæmdaleyfi en þar segir að öll efnistaka á landi úr botni vatnsfalla og stöðuvatna og úr hafsbotni innan netlaga háð framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar. Þó eiganda eða umráðamanni eignarlands heimil án leyfis minni háttar efnistaka til eigin nota og ég feitletra þarna nema sé að ræða náttúruverndarsvæði eða jarðminjar eða vistkerfi sem njóta verndar samkvæmt 61. grein laga um náttúruvernd. Nú og lög um umhverfismat, þar talað um 25 hektara svæði eða stærra, það þurfi að fara í umhverfismat, en ef það áætlað að raska 2,5 hektara svæði eða stærra, þar sem fleiri en einn efnistökustaður þá skuli það allavega fara skuli umhverfismat samkvæmt lögum þessu og sama á við framkvæmdir sem að umfangi undir þessum viðmiðunarmörkum ef þær á fyrirhuguðu verndarsvæði. Og þá vísa ég aftur í að votlendi eru vernduð. Þetta þýðir að jafnvel tiltölulega smá efnistaka getur orðið matskyld ef hún á viðkvæmum svæðum, svo sem í eða við ár og vötn. Nú, það gjarnan leitað umsagnar Hafró ef einhverju langar til að fara í efnistöku eða við veiðivatn. Og það sem við segjum orðið oftast í dag að við leggjumst gegn því að efnistaka fari fram í virkum farvegum. Og þá kemur þessi spurningu, hvað virkur farvegur? Það ekkert einfalt svar, lögin ekki alveg ofboðslega skýr með þetta, en við viljum benda á að lænur og síki sem jafnvel renna samhliða í farvegi, lítil rennsli, þessi svæði geta verið gríðarlega mikilvæg búsvæði fyrir til dæmis bleiki og jafnvel fæðudýr fyrir aðra laxfiska. Þannig að efnistaka þegar þú farin að hraða ánni þá þú að lækka vatnið sem getur runnið inn til þessara svæða. Þannig að þú að hafa áhrif á þau langt fyrir utan það sem kannski flestir myndu kalla virkan farveg. En má þá ekkert lengur. Og auðvitað þetta hart. Sumstaðar hefur efnistaka átt sér stað í mannsaldra og jafnvel hluti af búskap á sumum landareignum. Það bara farið á vorin og náð í möl.
Og þetta betra að taka lítið en mikið og endurtekið kannski verst. En við bendum á að stofnar laxfiska eru að dala og álagsþættirnir, eins og Hlynur mun kannski koma inn á eftir, eru margir. Og við verðum að draga úr öllum álagsþáttum eins og hægt á meðan stofnar eru ekki eins sterkir og við myndum vilja. Og ég ætla að ljúka þessu með þessari fallegri mynd hérna af einhverju sem við viljum ekki endilega sjá. Takk fyrir. Spurningar? Já, kannski takk fyrir þetta.